Jæja, Gunnar Einarsson, hvað að frétta? Mér allt gott að frétta, svo sannarlega. Gott að vera komin hérna og sjá síðasta leik fyrir mót og hitta góða vini og maður sér það þó sé að ræða vináttuleikinn úti. Það var alltaf umgjörinn alveg stórkostleg hjá leikni, músík og tókust í hendur fyrir leik og svo alltaf kaffapostulum. Ekki svona furðuleg tilfinning að vera ekkert að taka þátt í þessu núna? Ég átti nú vona því að þetta yrði erfiðari, að það yrði svona frákasteinkenni og það svo ekki fyrir mig sko. Þetta hefur bara verið mjög ljúft í vetur. Ég hef bara þannig gerður, ég hef alveg getað verið að æfa og spila og mér hefði liðið vel í því, en ég mjög fljótur að aðlagast og aðlögunarhæfni mín í að vera ekki í fótbolta, hún hefur bara verið fín. En það bara þannig að íþróttamaður þá þarf maður alltaf að gera eitthvað sko. Svo maður alveg búinn að vera duglegur og hreyfa sig ykkur öðru en fótbolta sko. Þú búinn að finna eitthvað nýtt áhugamál? Heyrðu, já, ég var að nota fram á jólum að þreifa mig áfram að finna eitthvað sem ég geti mér liði vel í og myndi njóta mín í. Ég prófaði ýmislegt, einkaþjálfun og lyftingar og crossfit og fann ekki neitt þar til ég steig inn í Mjölni og ég hef verið þar bara frá áramótum 5-6 sinnum í viku. Það bara verið ljúft. Þannig að við spjallum aðeins fótboltann og leikni. Þú munt fylgjast vel með liðinu vantarlega í sumar, eða ekki? Jú, ég mun gera það. Ég búinn að fylgjast með leiknisliðinu í vetur og sjá nokkra leiki og mér líst mjög vel á liðið. Mér finnst liðið strúktúraðar, mér finnst það skipulagt, mér finnst svona flottur uppspilsfasi í liðinu. Menn þeir þekkja sín hlutverk, þjálfarinn greinilega búinn að aðgreina hlutverk leikmanna, svo þeir vita hvað ætlast til að þeim. Ég held að þetta hafi verið mjög flott skref að fá Freysa og Davíð saman og þeir að gera mjög góða hluti, sýnist mér. Hvernig líst þér annars á svona þennan leikmannahóp? Þú þekkir náttúrulega flesta leikmennina ansi vel. Það sem ég séð í vetur og við byrjum bara Eyjólfur. Mér finnst Eyjólfur hafa stigið upp. Ég tók nú bara eftir því núna í síðustu leikjum hjá honum að hann það mikið dugnaða farkur að hann búinn að æfa spörki sín og mér finnst fótavinnars, ég tek eftir því, hann búinn að bæta sig þar. Vörnin á eftir að vera mjög solid. Ég hef alltaf sagt að mót vinst á góðri vörn og ekki endilega það að tala afturstu fjóra en bara liði í heild sinni, en það er náttúrulega þessi afturstu fjóru sem myndana og hver sem verður vinstri bakurum, eða gestur náttúrulega öflugur leikmaður sem kann leikinn og gefur af sér. Svo með Egil og Óttar sem eru flott heimi, þeir vega hvort annan vel upp og Egil mikill leiðtogi. Óttar hefur alltaf verið, mér finnst framtíða leikmaður klúbbsins, þetta strákur sem getur náð mjög langt í fótbolta, hann þarf bara að vilja nógu mikið. Binni Hlö á miðjunni, hann búinn að vera feikilega öflugur í vetur, dregur mikið að sér og vinnur mikið af boltum og gríðarlega sterkur og vinnur saman fyrir lið og það mjög mikilvægt fyrir leiknislið að hafa svona dugnaða fólk á miðjunni sem gerir skítaverkin. Svo náttúrulega Sindri þarna hugsanlega með honum og Fannar og þetta náttúrulega helítur knattspyrnumenn sem hafa góða leikskilning og mikla tækni og mjög mikilvægir í uppspilsfasa liðsins. Himmi náttúrulega strákur sem náttúrulega hefur gífurlega hæfileika og ég hef alltaf verið alveg afskaplega hrifinn á honum, bæði sem leikmann og karakter og hann hefur hvort tveggja og ég hef full að trú að þetta strákur sem getur orðið hæsta klassi í úrvalsdeild. Það bara tímaspursmál og gaman að sjá Aron Fuego koma aftur eftir þessi leiðilegu meiðsla sem hann búinn að etja við. Þetta strákur sem þarf að halda sér við efnið og vera fókuserar á það sem hann vill og sem langar í fótbolta
og sama með Óla, það slemt að missa Óla í fyrsta leik en ég skilst að ég sá núna í þessum leik hérna úti að bróður hans Freysa hérna, hann sprækur og duglegur strákur sem nýtist liðinu alveg mjög vel í fyrsta leik og Óli náttúrulega, við þekkjum alltaf Óla, hann getur skorað allstaðar af vellinum og við vitum það er ekki mikið að segja með hann er náttúrulega bara leiknis hjarta og með allt sem þarf í þetta. Svo er náttúrulega gaman að sjá svona leikmenn eins og Steinar koma tilbaka og við vitum alveg hvað hann getur og hvað vægi hann hefur og Jakob í stóru stofu náttúrulega teknískur, færiðingurinn, hvað heitir hann? Daniel á lækjunni. Hann ábæðilegt að nýtast liðinu mjög vel, náttúrulega spurningamerki, það var tvennt ólíkt undirbúningsmót og svo það er komið út í mót en við sér alveg að hann kann leikinn. En svo náttúrulega, ég get ekki náttúrulega nefna alla en þetta bara eftir að flott. Til því sem getur gert fínustu hluti? Já, menn eins og ég segi, byrja móti vel og þú fer rosalega langt í fyrstu deildinni á samstöðu og góðu móral og fara eftir þessi þjálfarinn að leggja upp með. Þú horfum tilbaka svona á þín ár sem leikmaður og þjálfari hjá Leikni, hvað svona stendur hæst? Það er sko það sem Þetta var rússipanna tími allavega. Það var náttúrulega, þetta gekk á ýmsu en það sem mér þykir alveg afskaplega vænt og er rosalega þakklátur fyrir að það er tími minn bara með strákunum og Steina og það var alveg gríðarlega lærdóm í því að því svona þjálfræðilega þá var þetta svo miklu meira en bara að kenna eða miðla hvernig á að spila fótbolta. Þetta var svona tilfinningar úr sér panni sko. Og liðið gekk í gegnum ýmislegt og það er ekkert svona eftir á ef maður horfir tilbaka þá er ekkert óeðlilegt að þetta hafi verið rússipanni sko. En ég meina eins og ég sá Freysa segja hérna þegar hann tók við liðina, hann alltaf stabilsera lið og það er að gerast og innkoma þeirra sem teymi, þjálfarteymi er rétt skref og vonandi verður liðið ekki fyrir svona skakkaföllum eða áföllum eins og gekk yfir þegar ég var að spila hérna. Er eitthvað líkur á því að þú munir aftur koma inn í fótboltan? Snúðar jafnvel að þjálfun aftur eða eitthvað slíkt? Ég get alveg trú á því á einhverju tímapunkti í framtíðin að maður geti stigið inn og komið að þjálfun en ég myndi hafa mikinn áhuga að þjálfa yngri krakka. Og ég beði þér samningstilboð frá KP, hvað myndir þú segja við því? Ég myndi bara skoða það. Ég minnst alltaf gaman á þjálfun og koma að þjálfun. En leikmannasamning? Það er ekki séns, ekki glimt því. En það er búið að læsa skónu upp á hillu. Ég sá að Valur markmannsþjálfur að koma í það og svo leiðum hún bara við. En þið líst bara annars mjög vel á sumarið og hlakka til að sjá hvernig þetta verður? Já, ég mikil tilhlökkun að fyrsta leik á móti Tindastól verður erfiður leikur. Hvort sem að vera á grasinu eða gerðargrasinu, við bara tökum því, við höndlum það alveg og ég hef fulla trú að því að það er rosalega mikið atrið að byrja mótið vel, sérstaklega fyrstildin, ég kynst í og leikjaprógrammið er fínt, það er náttúrulega bara einn leikur í einu en enga síður þá er Tindastól fín andstæðingur í fyrsta leik og það er harma hefna, strákarnir hafa ekkert gleymt leiknum sem við töpuðum á Sauðárkróki og þeir eru eftir að koma dýrvillir þessu leikin sko.